hluti af þessu hérna og ert það ennþá. Já. Búin að vera að fylgjast með liðinu. Hvað er þetta allt samkvæmt bókinni eins og Greg var búinn að setja þetta? Já, maður segja það. Eins og Ítalíu-leikurinn þróaðist náttúrulega frábærlega og við vorum inn í honum náttúrulega allan tíman. Þeir eru ekki með svona þessa jálka svona eins og kannski serbarnir þarna. Þeir eru með eitt svona hlinn bæri sinni tveir serbarnir. Ítalínur voru svona frekar soft fannst mér og ég var eiginlega langklipnastur hana Jettil eða hvað hann heitir. Hann var svona eini naglinn í þessu liði og enda áttu við kannski mestu örfurleikum með hann. Hann var svona áræðinn á körfuna og það gera það verkum að við áttum erfitt með að stoppa hann en hinir voru einhvern veginn fannst mér ekkert mikið betri en við. En maður er svona maður er smeykari við serbarnir, ég viðurkenni það. Þeim er alltaf bara spáð að þeir fara í úrslitaleikinn þannig að ég býst allan við mjög erfiðum leik en strákarnir eru hvergi bangnir og ég held að þeir munu leggja allt í söluna. Gengi liðsins fram að þessu? Er þetta búið að koma á óvart eða er þetta bara á pari eða eru menn ósáttir? Ég veit ekki, maður er smá ósáttur en þeir eru að spila það frábærlega að maður getur ekki verið ósáttur. Það eina sem maður er ósáttur við er að við erum ekki búin að vinna allan einn leik af þessum tveim. Þá eru þeir að spila frábærlega. Það er ekki hægt að segja annað en það er kannski, það vantar hérna herslumun, það var kannski smá reynsluleysi þarna í síðasta leik. Það sem við gáum þeim 6 stig, við vorum 3 stig miður, þá gáum við eiginlega 6 eða 7 stig þarna af vítalínunni. Það bara má ekki í lok leikja, ef við erum í jöfnum leikjum þá verðum við að láta liðin hafa fyrir að skora. En þegar Ítalínur því miður þurftu ekki að hafa fyrir, þeir settu alltaf vítalínunni. Bara áfram Ísland? Heldur betur.